Á Íslandi höfum við verið að mörgu leyti mjög heppin í svona ef við skoðum þetta út frá sögunni. Við höfum borið gæfu til þess að í þessu litla landi að vera með mjög lágt atvinnuleysi og ég held að almennt sé fólk sem býr á þessu landi mjög ánægt með það. Við viljum ekki hafa mikið atvinnuleysi, við viljum ekki hafa stóra hópa til dæmis af ungu fólki sem festist í atvinnuleysi. Almennt er þetta álitið mjög slæmt. En ef við horfum út í Evrópu, sérstaklega til evrulandana, þar sem að þegar að óumflýjanlega efnahagsleg áföll dynja yfir, ekki annað að ræða heldur en að fara í svokallaða innri gengisfellingu, þá dregst upp allt önnur mynd, þá dregst upp mynd af því að ráðist með markvissum hætti í gegnum ríkisfjármálin að tilveruskilyrðum vinnandi fólks og þetta bitnar auðvitað fyrst og fremst á verka- og láglaunafólki. Þar festist hátt atvinnuleysi í sessi, þar er hægt að fara í það að lækka laun, einfaldlega handvirt, þar verður flótti af ungu fólki til annar landa sem að fer með þá kraftinn sinn og orkuna sína og menntunina sína eitthvað annað bara til þess að geta komist af. Við sjáum það til dæmis í löndunum sem fóru verst út úr evrukreppunni í kjölfar hrunsins að þar er fólk einfaldlega fast heima hjá foreldrum sínum þangað til það komið yfir þrítugt. Við núna erum auðvitað með slæmt ástand á húsnæðismarkaði en við getum lagað það og við þurfum ekki að grípa til svo stórtækra aðgerða eins og að fara í Evrópusambandið og taka upp evruna til þess að laga vandamál eins og húsnæðismarkaðinn. Ég trúi því þvert á móti að ef við gerum það, ef við förum í Evrópusambandið og tökum evruna, þá verður erfiðara fyrir okkur að laga þessi vandamál sem við stöndum frammi fyrir og við munum einfaldlega að fá fleiri erfiðari vandamál sem við eigum ekki eftir að geta leyst með einföldum hætti.